Já, þetta ég kæru Bingi Hálsar. Það föstudagskaffið sem heilsar. Ég alveg vel víraður núna. Það komið ný kaffivél á skrifstofuna. Ný kaffivél. Seðlabanka Kópavogs. Það var alveg komið tími til. Hér maður bara frammi að mala baunir. Já, og vissulega gerði hinn vélinn það líka á undan. Já, hún gerði það bara ekki jafnvel. Nei, hún gerði það alls ekki jafnvel. Ég svona breiðar í kjaftinum og læta leka ofan í og svo býði þér inn espresso. Nei, ég held sér allir sáttir. Já, þetta kjær komið. Það náttúrulega mikið að podcastum hérna. Menn voru bara í Americano hérna í morgunsárunu. Já, getur þú lög skrifstofa ef einhver að leita sér að skrifstofu? Já, það er í Seðlabanka Kópavogs. Þú fær nú margar góðar hugmyndir hérna í Auratal. En ég ætla ekki að leyfa þér að nota skrifstofuna fyrir þessa leghálsskoðun sem hún vilt opna þarna í eina skrifstofu. Þú hefur... Þú byrjar þetta krafti núna. Já, það ég veit að Auratal vill fara í leghálsskoðanir. Og skrifstofan gæti hentað ágætlega til þess. Ég veit þetta er áhugamál hjá þér. Leðu sérfræðingunum að sýna þessu. Gæti þetta ekki orðið fínasta klínik fyrir eitthvað ekki lækna hérna? Leghálsskoðun Auratals. Hvað? Auratal og leghálsskoðun Kópavogs saminast. Það gæti orðið eitthvað. Nei, hérna ef einhver veit að einhver skemmtilegum, það getur verið að losna borð. Laust rými. Já, 2 borð. Veitu að því í Seðlabanki Kópavogs, það komið ný kaffivél. Borð, þetta bara... Nú vantar okkur bara almennilegt kaffi í þessa herbergi. Já, það allt í vinslu. En veistu hvað gerir kaffi betra? Ég að bragðbæta með Carlsberg. Sett smá flóð úti. Og gaman að segja frá því. Ég að fara rúndinn í dag. Við erum að fara með fyrsta Carlsberg bjórin til Kilroy. Já, það er búið að staðfesta það. Já, Kilroy tekur við þessi í dag og hérna hann Ingólfur hafði samband. Já, frábært. Og ég einfallega sagði hann, ég held að vera döður. Já. En þannig að ég varpa ábyrgðin yfir að við höfum ekki samband við hann að fyrirfram. Þið eru hann að gaslýsan. Já, ég gaslýst hann og hann hrútskýrði tilbaka að hann var að koma heim 20. Já. Og við erum að fara með Carlsberg til þeirra. Já, frábært. Og Nordic, kannski droppi við þar og það er örugglega einhver stór mannréttindadómur að falla í dag sem að Nordic hafa verið að vinna í. Þannig að þeir fá líka og þetta eru sem sagt júní og mæ, vinnustæði mánaðarins, Kilroy og Nordic. Já, svo verðum við aftur með, er ekki 4. júlí næst? Jú, þannig að bara hendi ykkur inn á Facebook-hópin og ef þeir eru með vinnustæði mánaðarins, þá bara... Þetta er pinnað þarna efst. Já. Herðu, minnist á Carlsberg einmitt, alltaf 2 höfum við talað og þetta er víst orðið eitthvað skonar trend á jómfrúnni núna. Já. Maður er farin að heyra þetta út undan sér. Það hefði jafnvel verið að kaupa fyrir einhverja ókunna. Já. Bara 2 á borðið. Og ekki orðin það meir. Nei, bara halda kjafti. Taktu þess að 2 bjóra. Já. Það er einhvern veginn ekkert þjóðlegra í dag heldur en að fara á jómfrúna. Já. Og núna sérstaklega þegar sumarjassin er komin bara á full swing. Já, grafin lags. Já, við erum með Quintet Stínu Ágústs núna á laugardaginn. Rækjupíramídin. Á morgun. Já. Sjampóið, smá ágaviti. Já. Ég vil segja að vantar eitthvað almennlegt íslenskt ágaviti. Ég veit að brennivín í þessu. Já, það er... Það vantar eitthvað svona seasonal sem að menn er að keyra í sig. Kannski Jóman farið það? Já, bara hérna... Leibúla eitthvað eða bara búa til sér degil. Já, þeir verða að búa til sér degil. Heyrðu. Já, 100%. Herðu, stórfréttir líka úr búðum Öskju. Að þú efaðist einhvern tímann Smart, Inguði. Það hef ég aldrei gert. Nei, ég veit það. Það hef ég aldrei gert. Hlusta það þá vel. Smart er orðið að bylgjulestinni. Hæ? Já. Vítu hvað áttu við? Bylgjulestin. Já. Þú hefur heyrt hana? Nei, er hún komin á Smart bifreið? Fór þarna upp í sínundaginn. Já. Og það var bara Smart bifreið sem stóð á bylgjulestin. Ég átti ekki til eitt auka tekið orð. Það er magna. Þannig að þið sjáu það sko að hérna... Fyrirtæki sem sýnir fyrirheit. Já. Ég veit enda ekki alveg hvort að það sé rétt með sín eins og sækir standa. Þau hljóta að vera í einhverjum svona return. Já, þú veist, þetta er kannski hlutur af endurskipulagningu rekstri öðru að nú förum við á snjallbílana og við byrjum á Smart. Þetta er góð ákvörðun. Byrjar allt með Smart. Fyrir fyrirtækja eigendur þá er líka sniðugt oft eða bara fólki sem að vill ekki kaupa bíla hentar rekstralega að koma í lofti. Þannig að þið getur kíkt á það. Já, algjörlega. Það er bara ekki spurning og... Eigum við að spila hi-ho? Nei, Jippi, við fórum ekkert í 17. Já, minna það, nei, ef ekki bara láta það í frið. Ætlaði þú ekki að ríða á 17. júní? Herðu, hvað er í gangi hérna? Ætlaði ekki á Hestbak, þú talaði um það.
Og alltaf að gera það, já. Sæður var komið svo góða meri, alltaf að ríða út á sveitina. Já, nei, það var ekkert úr því, sko. Ég veit ekki hvað þú átt að hafa heyrt það, en ég sá þetta á Instagram síðan. Við viljum líka benda sjálfsögðu á hafið. Ég fór í hafið í vikunni, keypti mér svona austurlenskan karrí, löngu. Ég ætla að skúpa einu. Langan djöfull leinur hún á sér, maður. Ég ætla að skúpa einu. Þetta úr einkasamtali milli mín og Steve Dagskrá. Við vorum saman að skemmta. Já, þið voru þetta fyrir austan. Skemmta, ég og mér ræðu og þeir voru alveg á kúpunni. Já, þeir voru með veislustjórar, frábærir. Og á leiðinni heim, þeir voru skuttla mér heim, þá förum við að tala um hafið. Og við opinberaðum báðir og við erum komnir hreina afurðir í hafinu. Við tökum eiginlega bara þorsknaka, bara rétt salta og já, þú veist, þetta bara svona fyrir hringi. Við erum búin að prófa alla rétti. Ég skil það reyndar, sko. Og það oft ágætt þegar fólk bara, núna komið sumar, gott að grilla, gott að vera bara með þorsknakana, smá salt, olja og trixið, alltaf með rækjur í fristinum. Þeir eru með frosna rækjur að taka með sér póka. Þetta er svo mikið búbóta og það gesti að aðra. Svakalegt tips, sko. Já. Þannig að þetta var engasamtal og ég brýt vanlega ekki svona trúna, en við opinberuðum okkur. Ég held að þeir fyrir ekki við berskjölduðum. Það nú alveg. Þökkum hafinu kærlega fyrir samstarfið og að því sögðu, þá hefjum dagskrá, Yngvi. Þeir eru hrekkjalómar. Steve? Já, þeir eru hrekkjalómar. Já, byrju hvað? Þeir hrekkja mig svolítið. Voru eitthvað að hrekkja þig? Já, þeir voru að hrekkja mig. Hvað gerðu þeir núna? Þeir voru ekkert að bróka mig eitthvað svona eins og gerst út á nesinu. Eins og þú varst að gera þarna fyrir austan. Eins og ég gerði við þá. Nei, þeir hrekktu mig. Það verður súsa, það verður sögðu síðar. Það verða hefndir. Ekki tilbúin í það núna. Það verða hefndir. En dagskrá þáttarins í dag, Yngvi, við erum með fréttir vikunar, nokkra stórfréttir. Já. Þú ert með MSG umfjöllun sem þú varst búin að lofa hlustendum eftir að ég fór að tala að það væri ólöglegt í síðasta þætti. Já, það æsti í mér. Þetta er örugglega óviðskiptalegasta umfjöllun í sögupinginar. Það? Já, þetta er svona næringafræði. Já, ég bara tala frægasta bragðbæti heims. MSG? Já. En það er nú alveg peningar í því. Ég reynir kannski að tengja það, þannig að koma fram hérna í lokin. Ef eitthvað er frægt, þá er það yfirleitt tengt við peninga, sko. Já. En kannski bara ef ekki að byrja á allra stærstu frétt vikunar og það er á viðskiptablaðinu, stofna markastorg fyrir kaup og sölu fyrirtækja. Ég var búin að gleyma þið. Þar eru yours truly, þetta er næst vinsælasta frétt á viðskiptablaðinu í dag. Ok, skemmtilegt. Allir að fara inn á viðskiptablaðið og lesa það. Og Yngvi, veistu, ég verð að segja að þetta er alveg hrikalega hugguleg mynd af okkur. Er það? Ertu ekki sáttur með þetta? Jú, ég er það. Þetta er bara, sko... Ég er líka með það fyrir reglu. Þetta er bara lita samsendingi líka, þetta er bara eins og klift út úr hausttískublaði, sko. Tryggvi sem er með okkur í þessu er náttúrulega snillíkur í mörgu. Já. Hann á heiðurinn að þessari mynd, hann fór með okkur út og sagði þið verðið að spá aðeins í gráa himninum og grænu peysunum og allt þessu. En ég hef það fyrir venju að myndataka fyrir viðskiptablaðið að vera eins reiður og ég get. Já, þannig ertu góður, sagði þú. Ég er að reyna með eins reiður og ég geta á þessari mynd. Þú bróðsir út í annað. Reiðan en þú. En skemmtilegt, við erum líka með sýslumann í bakgrunninum, sko. Förum að séu það á eftir. Þetta er bara Hjarta Kópavóks, Seðlabankinn í Kópavogi og sýslumaður eru bara þarna hlið við hlið. Standa tryggum fótum. En já, þetta var svona stórfrétt vikunar og þú ferð nánar kannski yfir gangverkið á eftir en farið inn á kennetalan.is og kynnið ykkur þetta endilega. Sko, svo er það kannski svona næstæstu fréttir vikunar, önnur þeirra tegi sig inn í þar síðustu viku. Það er 2 reisakaup, 4 spólgraðir frumkvöðlar, 2 þeirra heita Daniel og Egil sem við þekkjum vel úr Gorilla vöruhús. I plead the fifth, hérna. Drop var að kaupa þarna ráðandi hluti í Gorillu. I plead the fifth. Já, ok. Og þetta er auðvitað stórgóða fréttir fyrir okkar menn. Hér er að exita. Getur þú sett á Halleluja-lagið? Bara Halleluja. Bara Jeff Buckley bara. Nei, er ekki eitthvað svona Halleluja. Er þetta ekki nei, hvað heitir það? Happy Day. Já, það má líka. En ok, tökum það kannski þurfum að fagna á eftir. Tökum þetta bara hérna núna. Þetta eru menn og okkar aldrei, þeir eru rétt rúmlega 30, eru þarna að því virðist að exita, já þú veist, þetta er ráðandi hlutur, 75%. Já. Við veitum ekki, það getur verið alls konar strúktur á þessum dílum, en þetta er það sem gefið er upp núna og við þekkjum nú ekki kaupvirðið.
Ég veit það maður var aðeins svona mýga með þeim Það er ekki opinbert allavega. Nei, það verður ekkert sagt. Þannig að ég veit bara að það er að gera frábæra hluti með að selja. Já. Og þetta er náttúrulega draumur frumkvöðulsins, skilurðu, að það er náttúrulega að vera búin að leggja mikla vinnu og fá feitan tjekka fyrir það. Þú veist, þeir eru búin að djöflast í þessu, í þessu fyrirtæki, 5 ára eða svo? Já, var þetta ekki 2017? Já, 6-7 ár. Þeir komu nú til okkar, eða vilja hlusta á það. Já, komu til okkar. Svo líka bara annað í þessu, hvað þetta er natural að þessi tvö fyrirtæki, þau vinna mjög mikið saman. Algjörlega. Þau eiga eiginlega að mínum mati heiðurinn að því hvað er orðið þægilegt að stofna vefverslun og selja á Íslandi í dag og afhenda. Þannig að þetta var eins natural og það gerist. Og ég ætla nú ekki að segja að ég hafi séð þetta fyrir, en þetta svona liggur ansi beint við að þessi fyrirtæki renni í eina sæng. Já, þetta verður öllum til góðs, held ég. Þannig að til hamingju með það. Óskum þeim til hamingju með það. Herðu, svo er það líka núnverjarnir. Hvað er þetta að gera núna? Já. Það eru núnverjarnir núna. Já. Við höfum nú fjallað um þá svona nýlega líka. Það eru Kjartan Jón Hilmar. Þeir eru að, allir virtist vera að exita. Síminn, okkar menn í símanum og núna hafa undir þetta kaupsamningum kaupa öllu hlutafé. Í Núna Æsland EHF. Og þetta Núna Æsland EHF þetta er nýtt félag. Þannig að þetta er í rauninni ekki exit, hér er verið að selja í rauninni reksturinn, íslenska reksturinn sem orðið komast. Og eins og við lesum í þetta og þeir munu halda áfram að expanda erlendis. Ég heyrði hvernig þessi díl var til. Orri Hauks er að fara á næstu hárgreiðslustofu, pantar í gang núna og hann svo ánæði með möllettið sem hann fekk á hárgreiðslustofunni. Hann hugsaði að við þurfum að kaupa hugbúnaðinn sem komir eitthvað. Það er það sem ég heyrði, þannig að það ekki eins og ertu búin að, ég er svo ánægður með menn sem fá sem möllett, það eru menn sem ég treysti. Heyrðu, við þurfum að gera eitt, við þurfum að fá keksaklippara til að gera lista yfir 5 best klipptu forstjórana í kaupöllinni. Herru, það er alvöru listi. Orri Hauks, prime möllett, gæti verið bara all time favorite. All time dæmi, mér finnst líka Gummi Brím, ég kalla hann oft Guðmundur Hárfagri. Er hann ekki bara með svona... Hann er bara, þú veist, hann er með svona góða makka. Gunnþór frændi, hann er alltaf svona snöggliftur. Vel til hafður bara. Svona gamla skóla lúk, svona seafood lúk, Ég sjáðu þetta, silfur lúkið hérna á... Það er eitthvað þarna. Guðmundur Hárfagri, það er ekki eitthvað nafn. Það er aldrei veit, við skulum senda þetta á Keksan. Hverju fleiri? Já, Keksi fær þetta verkefni. En eins og ég segi, hérna kaupa þessi stað á núna og þetta er bara, eins og ég segi, við óskum þeim að sjálfsögðu líka til hamingju. Það verður spennandi að sjá. Heyrðu, stóra fréttir. Sjá hvernig þegar við erum í bítinu á morgun að þið haldið að gera hana þátt þá að vera að bjóða okkur í bítið á bylgjunni, þannig að kannski verðum við þar á 2 stöðum. Já, það er ekkert minna. Gæti verið, sorry. Herðu, það getur reyndar orðið dálítið erfitt. Ég er með 2 fundi þannig, klukkan hvað er þetta? 8:40 að vera eftir þá. Ef þið heyrið okkur í bylgjunni, þá heyrið þið okkur í bylgjunni. Algjörlega. Herðu, en hvað vildi ég sagt hafa? Já, en expansion mun halda áfram á núna á erlendum vettvangi. Þannig að hér er bara verið að tryggja reksturinn heima til lengri tíma. Já. Og bara frábært. Elskum að sjá svona acquisitions. Já. Þannig að nú Hvað er Síminn að fara að gera með þetta? Fyrir þetta ekki bara inn í Símon Pay og Jó, þetta verður? Það er það sem er að gerast. Að Símon Pay mun taka við reksturinnum á Núna Æsland. Ég sé fyrir mér plus og plus. Þetta er stór plus. Já, þetta er plusinu plus verður plus, Er það ekki? Jó. Það er marg... Já, nei, það er ekki alveg potið þannig? Jó, ég held það. Svo eru fréttir vikunar. Það eru nú all nokkrar, ég ætla að það er í boði Creditinfo, fjölmiðlavaktin. Já. Það er náttúrulega tól sem að öll fyrirtæki ætti að tilengja sér. Sérstaklega fyrir menn eins og þið sem eru með svona pínu hættulegt orðspor. Svona tæpast af aðeins. Já, svona þegar það er verið að neymdroppa þér í fjölmiðlum, þá færðu strax
Ég held að getur með þess að stilta sko, hvort þú fáir strax eða hvort þú fáir einungis tilkynningar, þú veist, einu sinni í mánuði eða annað og þetta stilt fyrir fyrirtækin og náttúrulega helstu stjórnendur, ég held að setja negla þeim að inn en það sem sniðugt í þessu sko, þú byrjar að sjá hvað það byrtast oft í hverjum, hefur þú séð þetta? Já, hvað byrtist oft í hverjum fjölmiðli hvernig umfjöllun þannig að svona létt gervigreind hann á bakvið bara Arnar Þór Ólafsson, já, þetta var mjög neikvætt Þetta bara svona report, pælingin Þannig að þarna getur þú séð basically hvernig umfjöllun þitt fyrirtæki eða einhver aðili innan fyrirtækis er að fá Já, svo erum við fréttaskor, þannig að þú veist finna einhvern svona almannatengil það var mjög sniðust að koma svona inn á stjórnarfund Já, svo sáu það fréttaskori okkar, það er mikið vægi og við byrtust hérna, við vorum með jákvæða innihaldsgreiningu Já, ég meina þetta er mikilvægt á Devafo-vísi og svo kom reyndar einn frétt hérna mannlýs sem var ekki alveg nóg góð en við tækluðum það bara strax og við erum að fara á Jómfrúna Það fór bara PR í maskinu í gang Nei, en þetta er auðvitað, þú veist, 11.400 á mánuði verð frá 11.400 á mánuði, þú veist, hvað er það? Þeir eru út með fyrirtæki sem er með ángana út allt þá viltu vera með einhvers konar svona reporting kerfi sem að mæli þetta Akkurat Þannig að tjekkja það svona kreditinfo Nú, fréttir vikunar Yngvi, þetta er mikilvægur liður í föstudagskaffinu og ég ætla að byrja á einu skemmtilegu hérna Hefur heyrt Nýmark Hegelund? Hegelund, er það hann að gaurinn sem búið að vera að skrifa sem að engin veit hver er Já. Ég sé að þú er búin að fylgjast með fréttunum Ég er náttúrulega fréttafíkill sko. Eina sem ég ger í mínu lífi er að lesa held í viðskiptafréttir Þannig að ég tók eftir þessu, þetta er sniðugt sko, í sjálfu sér er þetta ekkert sko, það eru rosa margir Íslendingar sem eru moldríkir sem er valla til mynd af sko. Og þú veist, þannig að þetta er kannski ekkert svona þú veist, þetta er engin uppljóstrun hérna, en þú veist þessi maður skilur, hann hefur það er talað um að það er ekki til mynd á honum Það er enda magnað Já, það er talað um að hans leyndardómsfyllsti milljarðamæringur þeirra Dana Þetta er eitt ríkasti maður Dana og eins og ég segi, ekki opinber mynd af manninum og þessi maður á eignarhaldsfélagið Imptech AS sem er svo EHF á Íslandi AS hagnaðist 118 milljarða íslenskra króna árið 2023 og aldrei komið fram í fjölmiðlum en það er eitt vitað um hennar mann hann býr í Kastala í Lugano í Sviss, við Lugano vatn Já, ég sá það og maður hefur nú haldið að maður kæmist ekkert hjá því að smeltværi á manni einni ljósmyndið eða svo þegar þú býr í Kastala sko svona annars slæðið af einhverjum fjölmiðlum en já, það svona punkturinn í þessu er að Danir eru greinilega ekki með jafn svona gagnsæja ársreikningaskrá eins og við Íslendingar þú veist, oftar en ekki sjáum við hvaða hlutabréf eru í eigu eignarhaldsfélaga sko Nei, þú veist, við sjáum að það er skráð bara í undir eignum ekki alltaf, en í Danmörku, og þú veist, þessi ársreikningur hjá þessu félagi hans virðist ekki vera svo opinn en það sem ég finnst merkilegast í þessu er að það er einhverjir rannsóknarblaðamenn búnir að meta það sem svo út frá ársreikningu félagsins það sé mjög sterk fylgni á milli gengi félagsins afkomu og gengi Novo Nordisk Já, akkurat og þetta náttúrulega hljómar sem eitthvað svona þetta hljómar sem eitthvað svona sem við pingjumenn myndum finna út úr hér í okkar þætti enda miklir áhuga mennum rannsóknarblaðamennsku en það er talað sko í ársreikningum að afkoma félagsins væri bundið við afkomu stærstu fjárfestinga félagsins sem allar voru framkvæmdar fyrir 30 árum síðan þannig að hann er búin að hanga svoleiðis á Novo Nordisk bréfunum ef að marka má þetta og maður veldi fyrir sér bara hversu næs að hafa tekið einhver svona ákvörðum fyrir 30 árum gæinn lifir væntanlega bara lánsfé hann er bara með þessi Novo Nordisk bréf þannig hangandi inn á svo bara gýrar hann sig bara ef hann vantar pening Ertu að tala um hann að wealth hackið hjá ríka fólkinu? Já, og þú veist bara þetta er bara þekkt, þú bara veðsetur bréfin og tekur út lánsfé og spendar sko Einhver investment banker sleppur við skattinn og dregur vextina frá hagnaði Þetta er vel þekkt trikk svo sem maður er ekki að segja neitt nýtt en þú veist, þetta er virðist vera ljúft líf hjá þessum manni og hann virðist ekki hafa hreyft mikið við bréfunum síðust árin en hann er áttræður kallinn, 81 held ég þannig að ekki mikið eftir en þetta er a mysterious man og
ég fór líka að hugsa út í Ég var spila Time to say goodbye núna Nei, ég segi svona en þú veist, ég fór að einmitt að velta þessu fyrir mér bara varandi Ísland, við eigum mikið af svona fólki í raun, svona ef við miðum við höfðatölu, það er alveg einhverjir miljardamæringar hérna sem að við höfum ekki hugmyndum sko, nóa þeim sko, maður er alltaf að dettin á einhver eignarhaldsfélög sem eru með einhverja miljardar bara í eigið sko. Fátt skemmtlegra fyrir þá sem er að krúska já, býta á þessi svona mikið pening. En svo googla maður og þá er ekki til mynd af einstaklingum sko. Nei, það er líka svo mikið sko Íslendingar sem eru bara búsettir erlendis og eru síðan kannski að koma hérna heim og maður fyrir að lesa það og þá eru þau bara fucking loaded sko. Já, það er mjög þægilegt líf held ég að vera miljardamæringur sem að engi veit hver er. Já. En það er erfitt á Íslandi en ég heyrði þess að frábæra línu einu sinni if you want to become rich and famous try to become rich first then see if you want to become famous skilur þú hvað er að fara? Það viltu vera ríkur og frægur verður fyrst ríkur, sjáðu þá hvort þú vilji vera frægur Takk fyrir þetta og hérna, ég held sérst í grunninn er það þannig að þegar þú ert orðinn ríkur þá þarftu ekki á hinn að halda Nei, einmitt, algjörlega En svo eru sumir sem vilja oft þarftu á hinn að halda til að vera ríkur Já, svo eru líka sumir sem eru ríkir og vilja vera frægir og ég er með annað kvót fyrir það If you want to be famous and rich become rich and then famous ég skil Jók, heyrðu, eru ekki með einhvern góðan hlátur innan handa mér Settum bara engisbrettun á þetta Já, það er hlátur Svo er ég hættur að þýða Ég lofa því Næsta frétt aðeins að koma inn á þetta hérna, við náttúrulega þekkjum rættum sko landbúnaður í Brasilíu náttúrulega gríða stórt dæmi Rosastórt Brasilíumenn eru stærsti útflytjandi á nautakjöti í heiminum í dag Samkvæmt frétt hérna frá viðskiptablaðinu Það eru 240 milljón nautgripir í landinu en það er aðeins einn sem stendur upp úr þar og það er kýrin Viatina 19 Já, ég held að vera að koma einhvern Black Angus móla Nei, dýrasti kýr heims Já Hún hefur verið skráð núna í heimsmetabók Guinness og viltu giska á hvað hún er metin á? Já, það er bara valuation á henni Það er bara valuation og það er sjóðstreymi á þessu En hvernig fer verðmætið fram? Selur eggjafrumur Er það bara einhver Arnar í Brasilíu sem er með leghálsskoðun? Ég veit ekki, það hefur nú verið gefið út verðmætt hérna á Íslandi sem ég fer aðeins inn á Já, ok, sorry, herðu, ég ætla að giska á $2 milljón Já, þú veist, ekkert allt og langt frá Það eru $4 milljónir sem eru 560 milljónir króna fyrir eina kú og þú veist, það var að mista kosti söluvirði hennar á síðasta uppboði það er að leta markasvirði hennar þetta er mannsal, dýrsal en svo náttúrulega má ekki gleyma því að þetta er, þú veist, kýr er eign, skilur þetta er sjóðstreymi sem er þarna, þú veist, þetta er tekjubyrjandi því að Sér hvað, þetta er skemmtileg pæling, eru kýr afskrifaðar eða? Fóruðu ekki eftir mann yfir þetta þegar þú voru með ísteka? Fótboltamenn? Nei, þegar þú voru með ísteka líka, þá voru við að spá í því og þeir voru með trippi og eitthvað svona bókfært Já, ég held að Ég man ekki hvort þú vorum að afskrifa dýr Við tókum nú yfir 100 ásendingar sko, ég bara mani þetta ómögulega sko, Nei, ég ljái þér ekki En sko, þetta er tekjubyrjandi að því leitinu að það eru seldar eggjafrumur og þú veist, upphaflega er þetta held ég sko, það átt að slátra henni sko kemur svo í ljósa að hún er það þú veist, þetta er það góð gen að það er margfalt verðmætara að selja bara eggjafrumur til undanheldis og eggjafrumur hennar seljast á $250,000 sem sagt bara skipti 35 milljónir króna þannig að þú sér þetta er ekkert stjartfræðileg margfaldari þá já, þú veist hvað er þetta, erum við ekki að tala um 15 eða svona 17 er kannski limit hvað þú getur selt mikið á einu ári ég þekki það nú ekki sko, en ég meina 500 og segi ekki 560 milljónir eins og blóðmerahaldi, það er bara 2 ára ári þegar hérna in its prime Já, 2 ára ári hérna sko, mér minnir að sé nú bara einu á Íslandi 500 maður á ekki að vera að tjá sig um blóðmerahald hér það er til annað þáttur um það 560 deilt með 35 þetta er 16 markvaldri 16 faldur sko þannig að þú veist þetta er helvítið skemmtilegt svo er náttúrulega komið líffræðilega áhætta bara fara nú krabbamein og deyr fara nú bara ég veit ekki hvað þessi algengisti dauðdagi belja belja hjá kúum kúa ég ætla að sé ekki einhver bara riðuveiki eða eitthvað svo leiðis það sé ekki á þetta fattur gæt nú verið að þetta ætti huga riðan væri algengust en ég vil taka fram ég er ekki alveg viss hvað svona venjuleg kýr myndi kosta á Íslandi
samkvæmt eignamati fyrir bændur sem var gert af ríkiskattstjóra árið 2016 notabenni, taka það fram þá var verð fyrir naut og holdakýr 133.000 krónur án vasks. Þannig að sko, en ég gerir ráð fyrir að þetta sé samt sko skrokkurinn. Er það ekki líklegt það? Já, því að hestar, maður hefur heyrt hesta, þeir eru náttúrulega seljast fyrir marga milljónir, ef ekki 20 milljóna stundum sko. Já, ég þekki tvo sem hafa sagt að verstu fjárfestingar sem þeir hafa farið í, það var þegar þeir voru plataðir í hestakaup. Þeir eru náttúrulega veðja á þennan fóla, þetta er bara 20 milljónir og svo bara endur á því að slátrónum og hús með fólaldasteg filet mignon sem kostar svona sem kostaði einhverja milljónir sem kostaði örugglega svona 4 milljónir bitin sko. En hérna þetta er áhugavert, allir sko verðmæti á Íslandi væri ekki bara, heyrðu, hún er metin á svona 1 milljón og svo fáið niðurgreiðslu frá ríkinu upp á svona 20 milljónir aukalega þið fá alls konar styrki og bætur og allir þetta sé ekki selt svolítið þannig. Nei, segi svona Ein frétt árin ég hleypið að kannski hérna maður er náttúrulega fann að spyrja sig hvers vegna það verið að hægja svona á ferðamannaströmmnum. Ég verið að velta þessi mikið fyrir mér, einhverju segja of sterk króna, aðri segja eldgos en svo fann ég bara ástæðina hérna á vísi.is ég bara fann hana, hún bara láði þetta pint fyrir fram mig. Rúnstykki á matsölustaðnum við Geysi kostar 2.500 krónur. Akkurat, má vera þessi verðlag. Ja, þú veist sko, hérna, litla típan. Þú veist, ég er ekki að tala langlókunar, bara, þú veist, steikalókunar eða neitt. Það er bara, þessar bollurnar, rúnstykkin, litlu. Og, þú veist, já, eins og kemur hérna fram, það eru auðvitað matamiklar og nýsmurðar með áleggi beint frá bíli, samkvæmt eiganda, þannig að... Svo átt eftir að fara í gistinguna, sem er gjótir heldur. Já, þú veist, sko, þetta var spicy túna. Rúnstykki, þetta er túnfisksalat. Þetta er ótrúlegt. Sko, fokk leiguþakk, bara hendur það ekki á þetta helviti, sko. Þessi staður er að menga orðspor landsi, sko. Perlan með einhverja kjötsúpa á 5.000 kall og svo þetta. Það er bara búið að kryfja þetta. Hætti að tala sterka krónu og eldgos, það er bara lækkið verðið á þessum túristastöðum, sko. Vertu spakur. Nei, veist, Framsók sem ætlar að fara að banna Airbnb og er búið að vera að tala fyrir hærri sköttum á ferðarþjónustuna. Fekk á snildar hugmynd, heyrðu, kannski við ættum bara að fara að auka markasetningun aftur. Þannig að fyrir ekki saman hljóð og mynd hvað þau ætla að gera. Já, Lilja er náttúrulega búin að tala fyrir því núna. Það var svo sem líka hérna á blaði hjá mér að nú ætti að fara að setja fleiri 100 milljónir í markasetningu og ég meina... En mér finnst samt að verði líka að vera ábyrgð fyrirtækjana sjálfur að, þú veist, ekki bara treysta á að ríki sé að dæla þetta inn liði. Ég meina, fólk verður að átta sig á því samt að bara svona, í alvörunni talað að Facebook-grúpur og áhrifavaldar, þú veist, þetta er bara orðið mikilvægasti faktorinn í markasetningu á ferðarþjónustu, sko. Þú veist, ég meina, þetta fer væral á TikTok og fær 10 milljónir áhorfa, skilur. Og það verður allt vitlaust bara, heyrðu, gleymið því að ég sé að fara til Íslands. Þetta er áhrifaríkara heldur en fólk gerir sig grein fyrir, sko. Þannig að, hérna, guðanabænum. En samt eru við, sko, með, er þetta ekki næst fjölmennasta ferðamannár frá sögunni, sem er samt núna, þótt að sé smá dropp. Þannig að, var þetta ekki er þetta þriðja? Ég manna ekki, en þú veist, þetta er allavega, þú veist, það er farið að sjást niðurtrend. Já, þetta er líka samt svolítið sko slökum aðeins á. Já, ég er alveg sammálað því, sko. Ég er alveg sammálað því. Mögulega var hitt bara mikið, þannig að núna kannski jafnast eitthvað út, en ríkið á alltaf að hlaupa undir bagga, þannig að við bara höfum það þannig. Höfum bara þannig. Það verður einhver snildar markasetning. Hvað ætli verið? Síðast ætli að setja 100 milljónir sléttar. Já, en var þetta ekki nokkuð hérna successful hérna, hvað var þetta hérna skrím, hérna öskrið hérna, ég man ekki hvað þetta heit, skrím campaign. Það var fárálega successful. Við munum ekki einska. Já, er það að tala um hann í COVID þegar þú gast öskra át þegar þú varst út í... Já, ég meina Ísland var þokkalega vinsæll. Ísland er og verður áfram vinsælt. Þetta er bara, það á ekki alltaf að fókusera á fjöldan. Heldur verðmætin sem hann skilar, þannig að vonandi taka það einhverju til sín og ég tek við heitmeili á pingja.is og einhverju ósamála. Þá fer það beint í spam. Herru, ég ætla að leyfa þér að taka hans boltan hérna. Sko, bara leiðir þetta eitthvað hotn. Vanalega þegar við segjum eitthvað í þessu hlaðvarpi, segist allir komið að setna, þá gerum við það ekki. Bara hann vitið að því. Það gleymist. Þetta er bara hvatvísinn fram í fingurgóma hérna. Já, en þú glemdir engu hér. Nei, ég er svo mikill MSG maður. Og það hefur farið í taugunar á mér hérna, þegar fólk er eitthvað að tala um þetta sé svo slæmt og annað. Sko, MSG stendur fyrir monosodium glutamate. Og þetta er í raun frægasti bragðbætir heims, kallað þriðja kryddið, það sem er ólíkt hérna
salti, pipar og svona fleiri kryddum sem eru náttúrulega bragðbæta líka er að þetta búið til, þú veist, kemíst þetta gert í efnaverksmiðjum en kemur úr náttúrulegum efnum svona í grunninn, sko glútamat ákveðið form efnis og þetta held ég á sömu ætt og salt en það minna semst salt, sódium nú ég á hálmís passa ykkur bara, þið veitir hvaðan þessu umfyllin að koma það engin spretna bara en sko, hérna, glútamat og glutamatic sýra ég að taka vísindavefnum, það bara do your own til sko, meðalmaður fær daglega 8-12 grömm af þessu efni bara í gegnum almenna fæðu og það talað að 0,3 til 0,6 af 12 grömmum 8-12 komi úr tilbænum matvælum sem eru þá með, þú veist, þennan MSG enhancer fyrir þá sem að hlusta á svona, úr hverju fæ ég náttúrulegt glútamat og það til dæmis sveppir, tómatar og fleira ég held að parmesan ostu sér með þetta, þú veist, það ekkert ástæðulaust að ítalarnir eru, þú veist, þeir vilja fá umamið sem þetta vilja rífa vel yfir þessi bragðu aukandi áhrif, þetta oft kallað umami fyrir þá sem að fá hérna krónumerkin í augun umami síðast þegar tók skrens á þessu þá á einhver umami.is þá á einhver þriðakrytti.is þá á einhver msg.is það umami veitingastæður það gott sko, sögurskýring, þetta fundið upp í háskólanum í Tókjó af efnafræðiprófessor árið 1908 þannig þetta búið að vera með okkur yfir 100 ár þetta ekkert splungu nýtt þetta ekki nýtt á nálinni, Kikunae Ikeda Kikunae Ikeda var efnafræðingur sem fann þetta upp og hann trúði að maður búin að finna upp 5. bragðið Ertu með bröðin 4? Salt, pipar Nei Já, salt og pipar Nei, áttu við svona ólífuolía beiskja, sæta súrt eitthvað með 3 og 4 Hérna stert þú veist, það ekki svona súrt, sætt, salt og beist Já, salt, með salt, þá var ég með þetta allt Mögulega eftir stert að vera 5. Ég veit ekki, hann trúði að hann væri komið með það 5. En í rauninni lítur hann á MSG sem bragðbæti Ég pipar ekki inn í þessu helviti Sko, upprunlega fyrir yfir 100 árum þá var þetta gert úr þara, kelp Þannig að við Íslendingar gætum verið að massprodúsa MSG ef við vildu það Við erum með nóg að sjávargróðri Í dag það vist sykurreyr sem eru uppstaðan og af hverju þari, spyr þú þig undirstaðan í eiginlega allir í matagerð Japana með svona bragðbæti eða svona súpusóði sem heitir dashi og ef þú fer á Tokyo Sushi og það þari, sem þess að tegunda þara þá ertu held ég að sjóða þaran þá færðu bragðefnin úr þaranum svo kryddaru og þú veist þetta bara eins og kjúklingasóð og fleira þetta heitir dashi og það búið til þara þannig að þaðan sækir hann í innblásturinn upp úr 1960 það sérst búið að borða þetta í Asíu án vandraða yfir 100 ár við hérna forréttinda písjarnir í voru einhver svona recorded döðsföll þarna frá 1980 til 60 upp úr 1960, nána til ekki 1968 sem það fer að stað þá verður upp í fótur og fit að umræðan fyrir að snúast til það að það væri komið eitur í mat fólks MSG, allt frá súpum, saladressing, franskar og kínversku veitingastæður fengur sérstaklega kenna á því og þetta varð á endan til þess að fólk var að auglýsa mat án MSG þetta semst rasistarnir sem kölluðu þetta var svona tískutrend eitthvað, ekkert MSG rasistarnir sem kölluðu þetta Chinese Restaurant Syndrome því asísk matamenning notar MSG mikið þau hérna byrja að kalla þetta Chinese Restaurant Syndrome og þetta í grunninn út frá að það skrifu grein 1968 af vísindamanni sem heitir Robert Homan Kwok hann sagðist alltaf að fá hausverk aftur í hnakka eftir að borða á kínverskum veitingastæðum í Bandaríkjunum og hann gat sér til í þessari grein þetta gæti ekki verið sojasósa því hann alltaf með sojasósu heima á sér svo var eitthvað svona matreiðsluvín kínverskt hann hefur aldrei notað það og var eitthvað búinn að skoða efnaðin það gæti ekki verið það og hann kemst að niðurstöðu að þetta sennilegast MSG að kenna og það rauninni bara þetta, hans kenningar í þetta vísindatímarit með af hverju hann var að fá hausverk og bara hann eini rannsakandinn þetta það sem að fjölmiðlar og aðrir áttu og það þetta eins manna þýði basically, þarna sprettur þetta upp og 1980, 1990 upp í 2000, MSG helviti kalt og ég enda mann þegar við erum krakkar ég nú 3 ára meldur þú þá var kemur heim úr skólanum rista brauð með gúrkum og aromat mannst eftir þessu eða þú veist, var þetta ekki bara seasonal þarna? Jú, eða seasonal og svo gerist það bara
á innan við ári eða eitthvað að Aromati allt í einu farið að vera með no MSG og var bara að mínum að þeim mun verra fyrir vikið og Seasonal líka tók út held ég og byrja að auðlýsa án MSG ég giska og ég ætla að vera að búlýsa það þetta kom aftur inn núna sko, fjöldi rannsókna síðastliðin ár og áratugi er búið að sína þetta er bull rannsóknina sína allar að þú getur fengið hausverk, sviða, sljóleika og svo framvegis við ofneyslu á hverju sem er svona undir 0,1% aukaverkanir en annað var sko þetta var kallað Chinese Restaurant Syndrome og það var líka tekið þýðið af sérst háskólanemum sem borðuðu ekki annað en núðlur í öll mál og ef þú borðar núðlur með MSG í öll mál þá endanum þú ertu bara innbyrða sömu fæðingarefni eins og ónefndu maður sem að ég áuruglega ekki segir sögu ég segi hana kannski hérna í jarðaförun hans eða eitthvað eitt tíma sinna en það var ákveðin vinstað, þá voru alltaf að keppast við menn voru alltaf að keppast við að grennast og hann tók upp á því að borða bara 1000 kaloríur á dag ég held að vita allir sem er að hlusta hvernig ég er að tala um og hans leið að þessu 1000 kaloríum var að borða bara samlokur með pepperoni og osti en þetta eru bara unnin matvæli nú reyndar fljótur upp í 1000 kaloríur ég held að þetta voru 4 eða 5 samlokur á dag alltaf sattur eftir hverja og ég ætla svona, við sem unnum með honum, við slengdu við á þegar hann fekk síðan lækni vegna nánast hjartaáfalls á hótel í Vegas hérna 2018 að þá var held ég bent á, heyrðu, þú ætti kannski fara að borga það heilbrigt mataraði aftur sko. Þannig að þú veist, bara dæmið þetta, ef þú getur bara sama allan daginn, þá er það mögulega ekki gott þetta snýst heilbriða flóru og allt það fjölbreytta fæðu Eitt hérna, það sem var eiginlega síðasti naglinn í kistu þeirra sem hata MSG var rannsók frá 2000 og það sem gerist er að það er alltaf geðsjúklingarnir sem að gýrast upp þetta er átustulega slæmt, ég er bara með svona MSG óþol að þeir gera rannsókn á 130 manns sem voru með MSG óþol bara ég með MSG óþol ég fer í þessa rannsókn þar sem að þeir skipta hópnum upp, þú færð mat með MSG og mat með placebo sem bara lyfleysu eða ekkert MSG og svo átt að gefa skor yfir aukaverkununum og þeir sem fengur sérstaklega hátt skor af aukaverkunum fóru áfram í næsta þýði það sem var aftur gert að sama sem sagt meira MSG og svo bara placebo til að mæla aukaverkanar á þriðja rítesti kom svo í ljós að það voru bara 2 af upprunalega 130 sem voru konstant að fá aukaverkanir af MSG neyslunni en var engin úr þessu placebo sem að segja þannig að 128 af 130 sem sögðust vera með MSG óþol fengu MSG veiki þóttu væri bara að borða placebo sem að var í rauninni bara sönnun á ok, heyrðu, er þetta kannski í hausnum að þér? Getur það verið að það er einhver búinn að segja við að MSG sé slæmt þannig að þú borða þá líður illa og þú færð svima En kom það eitthvað fram hversu margir fengu placebo sem að sögðust finna fyrir einkennum? Þú veist, þetta var í rauninni bara 130 held ég splittaði tvennt, svo splittaði tvennt þannig að það var verið að testa þig fyrir ég skal bara finna þessa rannsókn senda þér hana, prenta hana út á lestana bara hann í lókísu upp business-wise þá er MSG framleitt 5 stærstu framleiðendur í heiminum er í Asíu og mitt uppáhalds er Ajinomoto frá Japan sem er basically fyrirtæki sem finnur þetta upp og kaupir réttin á honum hann 1908 fyrir þá sem elska japanskt majónes hér á landi sem er Kristo Túpu Hvar er það fáanlegt? Krónunni og bara í öllum helstu búðum og ég og fleiri eru með MSG japanskt majónes fíklar og því við vitum að það er MSG í því þú veist, það er með MSG það er frá Ajinomoto og ég held að Ajinomoto sé á hlutarbréfamarkaði þannig að ef þið viljið kaupa kíló beint að kunni og vera hluthafar þá getið ég keypt af þeim í gegnum Amazon eða bara beint frá Asíu Ajinomoto er á hlutabréfamarkaði sko Ég hef svolítið verið að kaupa kíló að poka af þessu og þetta er bara svona eins og salt Ég býð alltaf eftir að tollurinn stoppi mig bara nú er hann að flytja inn og alltaf þegar ég spurði hvað þetta flytja inn þá sé ég hvítastöfið bara svona það reyna mjög traustvekjandi þú vilt láta leita þér en hérna þar höfum við það ég hef kannski átt að vera með meiri business kringum þetta en nei, þetta er bara stórgóð umfjöllun ég þakka fyrir en það er áhvert að sjá hvað þetta hefur hækkaði virði á hlutabréfamarkaði bara konstant þetta er svona 2019 alveg bara bara einhvern 200% bara frá byrjun 2020 Það er líka reyndar annar trend í því er að núna með eftir COVID, ég var að lesa það eins og í Kóru og fleiri fyrirtæki þar sem er að framleiða svona núðlusúpur og fleira verðbólgan og efnahagur með það er niðri að aukning í neyslu á núðlum hefur bara snar aukist síðan 23 ár og það er meðal annars MSG í því en það er líka út af því að það er orðið svo mikið í kringum TikTok að þú ert að taka og þú veist, sitja eitthvað út í súpuna og gera næðins meira sexy, sitja ost eða kaupa kjöt með og fleira
Þeir eru örugglega að hluta til, hvað segir maður, beneficiary af þessu TikTokið maður. Þannig að krakkar ekki ræðast MSG. Og allt var þetta í boði ný samstarfsaðila. Já, og sitja núna, halleluja. Origo, já, eigum það inni. Það er nóg að segja frá Origo. Þið þekkið þetta? Já, hættu allir landsmenn að þekkja nýsköpunar fyrirtæki Origo. Ég segi bara nýsköpunar fyrirtæki. Og allir helstu hlustendur við þetta. Ég er síðasti hluthaðin. Já, þú ert það vissulega, almenni hluthaðin. Já, síðasti almenni á móti framtaksjónum sem að breyta þessi í geggjaða einingu. Og sko það er mikilvægt að það sé tekið fram að þú ert hluthafi. Já, þessna hef ég ríkra hagsmuna að gegna þegar ég segi sko margir hugsa Origo, the establishment. Þetta er nýsköpunarfyrirtæki í upplýsingatækni. Það getur hver sem sett sig í samband upp á rekstrarþjónustu, þróun, hugbúnað og þetta er svona samstarfsaðili í stafrænni vegferð. Öryggi og nýsköpun, hinn heilaga tvenna. Hinn heilaga tvenna. Þannig að lítil sem stór fyrirtæki, það er hægt að fara bara inn á origo.is, setja sig í samband og við munum segja frá fullt fleiri af hugbúnaðum sem þau eru að dundra út. Já, mikið bara, þetta er gríðarlega víður katalógur hérna af starfsemi. Svona í grunninn, þú getur verið B2C-kúni og þú getur verið B2B-kúni. Það er allir fjandinn, þökkum Origo kærlega fyrir samstarfi og bjóðum hjartanlega velkomin til okkar. Já. Herðu, annað, ef einhver hefur áhuga á að fá einhvern viðmælda frá Origo, láta okkur vita nafn, hver væri svona skemmtilegt að fá. Já. Kom með nokkur nöfn á blað og ég sagði nei, enginn af þessum. Við viljum engan af þessum. Það er djók. Þannig að ég held að vera skemmtilegast að gervigreind. They are at the forefront. Þau eru fremst í broti fylkingar. Já. Herðu, Teygja líka. Kom inn á það. Allt með vefverslun hafi Teygja eina mál. Það er eina lausnin. Imo. Besta þjónustan. Besta komið sér stað. Já. Og þetta er líka bara hér skjót þjónusta. Íslensk þjónusta. Langt best. Og getur talað á íslensku. Já, að það sem görum á Facebook svaraði allan sóluningin. Já. Því að það skiptir máli. Mælum ekki sérstaklega með því en eins og núna, það er allir að panika við ferðarþjónustunni. Ef eitthvað byrjar að klikka þegar kúnin er actually mættu til landsins, pósarnir að klikka, annar að klikka, þá verður bara að fá þjónustu strax upp á að fá peningin. Þetta eru harði kúnar, annars faraði bara eitthvað annað og Teygja, þau tækla þetta strax. Og talandi að fá peningin, þú veist alltaf að hverju þú gengur, það er bara eitt fast gjald. Frábært bara áhættustýringatól. Bara veist nákvæmlega hvað þú ert að greiða rétt þegar það kemur. Þannig að við hvetjum ykkur til að fara inn á teygja.is, kynni ykkur þetta, farið viðskipti þangað. Takk Teygja. Takk Teygja. Herðu, já, ég er með stórtíðindi vestanhafs núna. Já, býtu. Nvidia tók fram Microsoft sem verðmætasta fyrirtæki heims. Já. Situr nú á toppnum bara í þessum tölu orðum. Sorry. Nei, já, hvað? Þú skilið eitt klapp. Já. Þú byrjar að tala Nvidia örugglega í júní í fyrra. Já, það er það upp á einu ári ef einhver hefði hlustað á því? Já, ég þarf eiginlega, ég ætla að vera með þessa samantekt, sko. Já, fyrir ekki. Nei, ekkert stress, sko. Ég held að það er meira sér lengra síðan ég byrjaði að tala Nvidia. En eins og ég segi, orðið verðmætasta fyrirtæki heims og í þessu tölu orðum er það markaðsvirði upp á 3 billjónir 335 milljarða dollara. Sem sagt, það sem við köllum á íslensku 3,3, nei á ensku segi 3,3 trillion US dollars. Já. Sem heitir á íslensku 3 billjónir 335 milljarðir. Og að koma The Big Short. Sko, ég skal ekki segja, við skulum aðeins skoða þetta. Þetta er nú búið að vera auðvitað alveg bilaður vöxtur á fyrirtækinu síðustu ár. Og eiginlega bara síðustu 12 mánuði, félagið búið að þrefaldast í virði síðasta árið, síðustu 12 mánuði og sem dæmi var markaðsvirði félagsins í loka árs 2022 364 milljarðar. Þannig að þetta er svona búið að ríflega nýfaldast frá því loka árs 2022. Ég verði eiginlega að skoða hvenar ég var fyrst með umfjöllun Nvidia. Já, það er allavega 16. júní í fyrra þá var ég með. Ertu með þetta skráð? Já, ég er með öll handritin skráð, sko. Já, og bara svona uppflettirrit og eitthvað. Hvað segirðu? Já, þetta er bara allt í Excel þetta. Og það er allavega að byrja svona vekja máls á þessu spennandi fyrirtæki sem að virðist vera svona að ræta þessa AI-bylgju sem er í gangi í Bandaríkjunum. Já. Og búið að vera rosalt gervigreindar hæp í gangi á hlutabréfamarkaði þar úti og í svona hæpum
þá oft gott að kíkja á PE hlutfalli Price to earnings VFH hlutfall eins og það heitir á íslensku og PE hlutfall Nvidia núna í kringum 80 þannig að þetta er dýrstokkur en til að svona setja þetta í samhengi hlutana þá fór PE hlutfall Tesla yfir 1000 árið 2020 sko þegar mesta hæpi var í gangi þar þannig að þetta virðist ekkit verið eitthvað svona allt of mikið hæp hjá Nvidia en þau eru bara í þannig stöðu að þau eru fremst í flokki þegar kemur að innviðum fyrir gervigreind og bara þessa tækni sem er verið að þróa núna kringu það þannig að það er skiljanlega hæp í gangi og mikla væntingar en svo eru þau líka bara farin að margfalda tekjur undanfarna kvortira sko þannig að þú veist það lítur út fyrir að vöxtur þessa fyrirtækis að sjá ekki fyrir endan á því Nei, ekki svo ekki standa en eins og ég segi ég ætla ekki að segja að sjóruð og seint að fara þarna inn en þetta getur verið góður svona hvað sem er gróður stokkur bara sko svona stabíl þú veist eins og bara þú veist ef við horfum bara á þessi stærstu hugbúnaða fyrirtæki heims síðustu ár náttúrulega búin að flestir að búin að ávaxtast langt umfram almenna markað sko þannig að þetta gæti verið svona mögulega gott bett ef þú vilt bara einhvers konar stöðu ávistun en eins og ég segi þau eru dálítið í hæstu hæðu núna þannig að það er erfitt að segja til það hvort þau séu orðin bara svona fully established en það lítur allan að vel út þetta er ekki fjárfestingaráðgjöf bara benda það þetta er ekki eins og Bootbarn hérna sem að hver er staðan á Bootbarn? Heyrðu, og kíkja Bootbarn Þekkjum við það ef einhverju hlustendur muna til því að mældi yngu með kaupum í Bootbarn Já, er það ekki? Ég held það og það var einhver stelpa sem hafði samband með á Instagram Herðu, bara síðasta árið 70% upp Já, ég er í Bootbarn 86% upp frá því ég mælti með þessu Þið heyrið það sko og ég er Airbnb, ég mælti með því í fyrra það er 39% síðan þá Þetta er nánast búið að tvöfaldast frá því sko í nóvember bara síðastlinn Já, þetta er, en sko þetta var líka að fyndi að fylgjast með þessu Var þetta ekki Tilman sem að kom þér á þetta? Jó, Tilman Því líkur kongur þessi Tilman Já, þannig að ég tek ekki svona ákvarðanir sjálfur sko. Ég er með hóp ráðgjafa með mér sem heitir Vitni Tilman og hans rannsóknarteymi en hérna, nei, það er búið gaman að fylgjast með Bootbarn og ef þau eru á leiðum Bandaríkin endilega kaupið ykkur skó hjá Bootbarn Já, gerið það Herru, festi núna, þetta er frá því úr síðustu viku Það vorum ekki hérna með fréttið þar en festi fara að kaupa lyfju þú varst náttúrulega mikið á móti þessu vildir að þetta er skoða nánar á einhverjum fleiri eftirlitsaðilum og svona Sendi persónulegt bréf og spurja hvaða geðveila var eiga þessi stað Það er í gangi hér Nei, þetta er gengið í gegn og við fögnum því Margur verður á aurum api hefurðu heyrt þessa setningu áður? Já, kannastu hana Ég svona velti þessari setningu fyrir mér svona í samhengi einna fréttar sem ég sá hérna ríkasta fjölskylda Bretlands ásökuðum mansal og einhver hefði haldið að þau séu svona rík vegna þess að þau eru bara með þú veist, þúsundir starfsmanna bara í mansali og borgaðum ekki neitt Nei, það er ekki málið þau eru í slæmum málum þessa dagana eru að fara að mæta í réttarsal vegna ásakanum misnotkun og mansal hér erum að ræða Hindúsja fjölskylduna sem metin á $47 miljardar þau búa þarna í einbýlishúsi í auðu hverfi Genf Ég held að vera að fara að tala um konungsfjölskylduna Nei, þetta er ekki það hún er sennilega ríkust ef að hvorki út í það er farið en er þetta lísast ríkar en Radcliffe með Ineos? Það er talað um það að fjölskyldan í heild sé ríkari sko en eins og ég segi einhver myndi sjá þetta í samhengi að þau séu verið ásakaðið mansal og sem ástæðana fyrir því af hverju þau eru svona rík eru bara búin að vera með skuggalega margínu og eitthvað svona, nei, þetta snýst ekki til það þau eru sökuð að flytja inn þjóna frá Indlandi til að sjá börnin sín og heimilið og fréttamiðlinn BBC greinir hérna frá þessu og segir að Prakash og Kamal Hindúsja ásamt sinniðra Ashai og eiginkona hans hafi gert vegabréf starfsmanna upptæk og greitt tæplega 1200 krónur í laun fyrir 18 klukkutíma vinnudag þá hafðu haft lítið sem ekkert frelsi til að fara út úr húsinu saksóknir í málinu bar saman hérna tæplega $10.000 upphæð sem fjölskyldan mun hafa eitt í hundin sinn við upphæðina sem fór í að greiða þjónunum laun og þú veist, það virðist vera sem eitthvað sannleiksskott sé í þessu því að lögfræðingar fjölskyldunar
eru ekki beint að neita ásökunum hérna þessi lágu laun, en bentu á að starfsfólki fengi fría gisting og mat. Já. Einn var deilt vinnutímana og sagði einn verjandi að það var ekki hægt að flokka það sem vinnu að horfa á kvikmynd með börnunum. Já. Þú veist, sko, þú veist. Er ekki bara svolítið til í því, eða? Nei, þú veist, þú ert metin á $47 milljarðar. Það var enginn að borga þig fyrir að horfa á þessu mynd. Borgaðu þá bara þessum örfáu sem er að sjá börnin þín mannsæmandi laun. Ég bara skil ekki hvernig þú nennir að standa í þessu vesinni og í þokkabót, ólöglegri starfsemi til að spara þér einhverja 1000 kalla. Ég myndi ekki eins og nenni og nú er ég ekki metin á háa virði, sko. Nei, þetta er lífett. Maður hefði einhvern veginn, sko, séð þetta í þessu samhengi, já, þau eru svona rík því að þau eru bara í mannsali. En nei, þetta er bara pössunapíur fyrir börnin. Já. Bara borga, 1200 kall, já, nei, hvað var þetta? 1200 kall í staði fyrir, 10.000 kall yfir daginn eða eitthvað. Þú veist, ég skil ekki hvernig. Já, bara gera vel við fólki sem hugsa börni. Já, margur verður á öðrum mapi. Áfram leikskólakennarar og dagmömmur. Já, ekki spurning, en ert þú ekki með aðra umfjöllun? Herðu, jú. Ég vil kannski hoppa. Sko, ég var bara, út af því að ég lít á okkur sem uppfinningamenn nútímans. Við erum bara endalaust í braski. Já. Eiginlega reyna að henda hver einustu hugmynd í framkvæmd og fara ekki á hausin við það. Já. En sko, kennitalan.is, vorum sér til loftið. Ég var með hérna Buy vs. Build, smá heilræði með það. Kannastu við þetta? Já, það er bara það sem við tölum fyrir. Já. Buy. Já. Ég hef verið builder en ég er að færast yfir í bæið. Og sko, það er til bækur þetta og fleira endalaus fróðleikur á netinu sem við ættum kannski taka til okkar að íslenska. En hérna, nokkur heilræði fyrir fólk sem er að fara út í eigibrask. Ef þið eru með solid hugmynd og treysti ykkur til að byrja frá grunni, do it. Ég mæli eiginlega með því fyrir alla, semst bara hann ég transition yfir í þetta, að prófa að fara í gegnum það sem við höfum verið að tala um. Stofna fyrirtæki, setja upp reikningakerfi, tölvupóst, Google, þetta eru 100 lítil skref sem þú þarft að gera þegar þú ert að stofna eitthvað nýtt sem eru fokkin leiðileg. Gerið þetta. Viðbjóður, sko. Þegar þú ert búin að gera þetta nokkuð sinnum, þá ferðu bara að hafa andstigð á því að stofna nýtt EHF, taka inn fleiri EHF, vera með bókara fyrir hitt og þetta. Mitt fyrsta ráð í síðasta þætti með fyrirtæki þú bara ekki stofna EHF. Nei. Bara alls ekki gera. Og ég ætlaði að segja núna, bara þú veist, það sem hefur staðið eftir hjá mér núna í öllu braski sem ég tekið mig fyrir hendur undanfarin ár, er að byrja að skoða betra kauparekstur og það er, já, eins og ég segja, ógeðslega mikið vinna sem fyrir að byggja þetta upp postlistar, það er annað sko, þú veist, að fá fólk til að subscribe til það sem þú ert að gera, actual kaupa, selja, senda reikninga og ef þú eru góð í markaðsendingu þá þú veist, maður ofmetur oft það sko, að byggja þetta allt upp, fá Facebook-lækinn og allt þetta dót sko, en byttu nú við, dætt út punktarnir hjá mér sko, já, og þú veist, saman með söluna, þetta er svona frekar basic punktan. Sko, kennitalan fyrir okkur er basically joint venture með Revolve-strákunum. Það sem við erum þú veist, kaupa rekstur. Við erum basically að kaupa grunninn í því að við komum með þeim inn í fyrirtækið sölu, Facebook-hópin, sem er 13 manns, sem er helviti mikið svona grunn-base fyrir því að hugmyndin eigi að geta virkað. Svo er executionið undir okkur, hlustendahópurinn okkar, postlisti og eitthvað annað, svona áhuga á rekstri. Fleiri góðir innviðir. Já, er svona sem við tökum saman. Þannig að þú veist, ég líti ekki á þetta sem algjört frumhlaup hjá okkur að vera að stofna þetta frá grunni. Þetta erum við í rauninni bara að reyna að kaupa grunni í þetta. Byggja á því sem við höfum preachað. Og báðir í rekstri, þannig við erum að skipa þó nokkrum skrefum með að þurfa að fara í að stofna allt þetta drasl. En þetta er bara svona fyrir kaupendur. Farið að huga þessu, eða þú ert að hugsa um að stofna eitthvað. Það er yfirleitt, þótt að sé ekki á kennitölunni fyrir íslenskt, heldur það líka bara hægt að fara inn á flippa eða erlendi síður, finna eitthvað sem þú getur tekið yfir á fínum markvaldara og síðan bara komið með heim eða hvernig það er. Fyrir seljendur, þá er annar ráð sem að ég brendi mig á framan af, sem ég ætla að segja, ekki henda verkefnum sem við farið að stað með. Það er alltaf einhvers virði fyrir einhvern annan. 100%. Og ég gerði þetta framan af, tveir vinir mínir fyrir 10 árum, það kom 10 ár síðan. Þá vorum við að selja allan fjandan á Amazon, gekk fárólega vel til að byrja með, svo lendum við í kínverskri samkeppni, erum að framleiða í Kína, sitjum upp með lager og við bara lokum. Þið lendið í kínverskum stuldi. Já, basically, við lendum bara í maskínunni sem Alibaba er og verðum bara undir í samkeppni á Amazon, allt og dýrir og framleiðum að fárólega há og allt það.
ég held að sé 1 ári síðar þá kemur af stað svona private equity fund, þú veist, þannig að þetta var líka tímasendingi og kannski off en ég hugsaði alltaf af hverju anskotanum seldu þetta ekki, við byggum til vörumerki frá grunni, við vorum með sölurás í Amazon, þeir sem hafa sett upp Amazon-akkánta, þetta eiginlega orðið ógjörningur í dag að gera þetta eins og það var þá. Ég held að sumir fá svona imposter syndrom, bara eitthvað, herru, þetta ekki að ganga hjá mér, ég ætla ekki að vera, þú veist, selja frá mér, eða þú veist, ég gæti alveg séð það í einhverju tilfellum, en þú veist, þú ert ekki að selja frá þér, þú ert ekki að svíkja neitt, sko, ég meina, þú er áttað af því að sá sem kaupir, hann er kannski með einhver alltaf aðra hugsjón og það er ástæða fyrir hann að kaupa. Það eru innviðið tilbúnir en hún langar að breyta. Það sem við hendum frá okkur þarna, við vorum búin að eða geðsjúkun tíma í það að á líka það voru gjaldeyrisöft á þessu tíma, þannig að við þurftum að stoppa bankareikninga erlendist til þess að fá greitt frá Amazon. Svo vorum við að passa upp á milli, fara alltaf heim strax til að brjóta ekki gjaldeyrislög. Við vorum með reikning á Amazon, Japan, Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Bandaríkjónum og Mexíkó minni mig. Þetta tekur geðsjúkan tíma að henda þessu upp. Við bara gáum þetta frá okkur, við lokuðum þessu bara. Einstæðstu mistök sem ég veit og fleira sem við höfum gert. Þannig að ef þið eru að hugsa að hætta einhverju, maður veit oft sjálfur, heyrðu, ég er ekki að fara að gera meira með þetta. Að sitja á sölu, reyni að finna ykkur góð blogg eða góða ráðgjafa við, þú veist, verðlagningu, sölumál og allt það, en ekki leggja hlutina niður. Það er bara svona learn from me. Kennir það að leysi þetta? Já, þannig að það er alltaf góður kaupandi líka, að góðum hugmyndum og slæmum hugmyndum, því að það sér alltaf einhver annar eitthvað. Það er að segja að þó að hún sé slæm í þínum huga, þá er einhver sem sér tækifæri og valjú í því að allt sé uppsett nú þegar. Og ég ætla að koma með 2 dæmi sem eru inn á kennitalan.is núna og fleira kom inn í næstu viku, við vitum að því að barnavöruverslun það er mikið af litlum vefverslunum fyrir barnavöruverslanir það er heitt í dag, búið að vera heitt undanfarin ár, sækja umboð einhvers staðar og fara stað og margir, þú veist, með sömu drauma, heyrðu, ég fæ bara hérna þetta brand, svo er bara alla mömmu landsins að fara að kaupa mér, en samkeppnin er mikil. Við sáum nú að verðmeta eina barnavöruverslun fyrir hvað, 1,5 ári eða 2 ári síðan Manstu, við gerum verðmat fyrir ákveði vinafólk sem að seldi einmitt og það er núna barnavöruverslun til sölu á nákvæmlega sama verði 4,5 milljónir þannig inni þannig að ef það er eitthvað foreldri sem vil niðurgreiða eigin kostnað alveg barn næstu 10 ár þá er þetta slam dunk Nei, joke En sko, við hjálpuðum þessu liði að selja og það sem ég ætla að segja, ég veit bara ekki hvort við höfum taka follow-up á því Kaupendur taka vefverslun breyta í location-verslun og eru bæði bara vinnandi við þetta núna, það hefur aldrei gengið að vel þannig að þú veist, það er líka tækifæri að þú sér vefverslun til sölu sem að gengur, rekur sig heyrðu, það er kannski laust location hérna á móti Smáralind, það sem að reynir að leiða út fullkomin staða fyrir búð, tökum vefverslun sem er brúinkoncept, förum þannig inn þannig að alltaf tækifæri, ég hugsaði strax með þess að þú veist, við getum líka talað það í þessu í þessari barnaverslun sem að við höfum aðkomað, það var bara verðstríð rauninni fór kaupverðið yfir verðmat sko þannig að það er eins og ég segi þetta snýst allt bara huglagt mat þess sem að er að kaupa á móti þér sko Eitt annað fyrirtæki sem ég sá hana sem er örugglega fyrir braskara sem er að hlusta Luxus Markatorg svona þau eru að selja markastorg fyrir luxusvörur nema þetta er svolítið rekið eins og hérna hvað heita þessa búðir hérna ekki lompur heldur hérna bara loppur já. Heyrðu, eigum við að halda lompupartí í haust? Lompu? Já. Er það eitthvað nýtt? Ég held alltaf lompupartí þegar ég kom frá Noregi. Norðmenn borða ekki pulsu í pulsubróði. Hvað er lompa? Heldur í lompu, þetta er bara eins og hérna taco. Já, svona lítill djöfull. Ég held alltaf árlegt partí sem ég held lompa. Þetta var rétt fyrir jól og þá pantaði ég svona frá Noregi og ég bauð strákunum heim í jólaandan þar sem við borðum pulsur í lompu. Heyrðu, útidúr, þetta er svolítið eins og loppukoncepti fyrir luxus en það sem vantar hérna heima sem er komið erlendis er meira marketplace fyrir sneakers Rolex, Omega, Úr og luxvörur og ef það er einhver forritari annað sem væri með í þessu þá er mjög sniðugt að fara að byrta svona verðvísitölur fyrir ákveðna skó og það er örugglega þetta bara copy-paste þetta erlendis frá Já, með þetta með Rolex hérna, þegar við vorum með postlistan það var alltaf með fréttabrifi vikunar þá var það, hafði það vikt inn í eignavísitölunni út af því að sko verð á Rolex Daydream eitthvað, held ég og þegar maður heyrir það bara sér núna að kynslóðin sem er að koma upp hún er fókuseraðir á þessa merkjavöru og það á eftir að gera hellingi kringum þetta hérna heima sérstaklega með skóna út af því að þetta er bara, það er farið að treyta þetta eins og hérna rávöru sko þú ert bara að kaupa einhverja GC þetta er bara egg á 90 skall þetta er bara asset, það er bara þannig þannig að það er fullt af tækifærum að inni mín heilræði farið inn á kennitalan.is ekki henda side businessum, samankvort eru stórsfyrirtæki eða lítið fyrirtæki
og hugsa að kaupa frekar en að stofna frá byrjun. Þetta eru vísdómsorð. Eitt að lokum, allir kaupendur sem kaupa árgjald, við erum að taka fundi, við bjóðum fundi, að þú vilt bara fá fund, hvert að leita eftir að kaupa, ráðlagning, verðmat, fleira, þannig að við erum að hjálpa, þannig að bara kíkja á þetta. Og þetta er náttúrulega bara ábyrjunarstígum, fólk verður að Erum við ekki konum með smá heit? Þú tækla allt heitið. Já, nei, að þú veist, það eru komin nú slatta fyrirtækiðin inn að svo stötu, en svo stefnum við líka á að gera þetta að einhvers konar svona, ég var að segja Tinder fyrir frumkvöðra. Já, það væri þetta ekki, bara match, ef einhverjum með hugmynd og einhverjum áhuga að vera hluthafi eða annað og hjálpa við uppbyggingu félags. Og ef þið hafi áhuga, þá er langþægilegast til að byrja, bara svona, vilt ífa tánum í vatnið, sko. Í þessa litlu, þetta gullvatn sem að kennitalan skráðu á póstlista og get sagt frá því að Jóhannes sem var hjá Örbjörg kom með nógu líkal hann er sem sagt primary sponsor póstlistans út þennan mánuð og hann er að bjóða upp á alls konar ráðgjöf fyrir fyrirtæki, frumkvöla og aðra, ný nálgun og lögfræði þjónustumarkaðin eitt sem að ég hef oft hugsað með mér en ég er ekki að fara að henda mannréttinda lögfræðingum mínum en að fá lögfræði þjónustu í áskrift það er svolítið sniðugt, þannig að tjekkja á því það er eitthvað Ákjósilegu kostur til fjárfestinga, fjármögnunar og sölu og þú veist, lögfræðileg úttekt er annað sem við tölum síðar en það dettur hann inn á ýmsum stigum í kaup- og söluferli Get alveg sagt það að þetta drop gorilla dæmi það var smá tími í lögfræðina það No legal, postlisti, kennitalan.is kíkja á þetta, bannað að henda byrjum að kaupa Heyrðu, það slókan Skemmtileg uppfjöldum Ég opnaði mig upp á gátt Klippuðu þetta ekki út Ég alveg opnaði mig Ég opnaði mig upp á gátt Þess höfðu vilja líka minna á Síman Pay Líka frábært eða út í rekstri Þar ertu með sko aðgangsstýringu í heimsklassa Þú getur sett heimild Ytti, það er bara 20.000 kall á því þessa vikuna sko. Þú færið ekki meira sko. Þannig að Ég hefði mátt við því hérna í ferðinni á laugardaginn Ég fór austur sko Alveg svoleiðis straujaðir korti Já, ég var með fyrirtækjakorti þitt á lofti Og er þarna væn og bjóða mönnum rauðvínsflöskur og annað sko Ef það hefði verið limit á mér Þá hefði ég ekkert komist upp með að vera svona kallakall sko. Þannig að Það eru við það Símin Pay tjekkja á því Skráðu ykkur Farið í sækja kort inn á Símin Pay Þökkum þeim fyrir Hörðu, sko Já, það eru nú fleiri fréttir hérna hjá mér á blaði Það var einn feit að þetta Meðalaun í landinu er orðin hæst hjá drumroll ríkistarsmönnum Og ég held að viðskiptaráð hafi verið að droppa skýrslu að samkeppnishæfni þjóðarinnar er að hraka Við stöndum lögust af Norðurlöndunum Þannig að við getum bara að þakka ríkinu fyrir það Hvað er dagsins fréttin? Tökum bara peningin og förum í markaðsetningu Þetta er alveg, þetta er bagaleg þróun Þetta er hrikalegt Ríkis, ekkert, við höfum Sko einhverjum, nú höfum við ekkert á móti ríkistarsmönnum Nei, ekki neitt Eins og við höfum skynið í gegn þetta í þessu þætti, við höfum ekkert á móti þeim Þetta getur ekki verið góð þróun Nei, það er það ekki Sérstaklega Það verður ekki til verðmæti þarna því miður, leðilegt að segja Og hérna, það er svo þar Ég er, eins og ég segi, ég er með fleiri fréttir Það fer nú svona síg setni þetta hjá okkur Kannski ein frétt sem ef ég þurfti að velja að einhverju stór frétt Brauð og Kó bara reksturinn 1,2 jardar núna og að hagnast í fyrsta sinn frá 2018 þetta er pingju-effekt þeir voru náttúrulega í samstæðu með okkur í fyrra og eru núna að hagnast í fyrsta sinn frá því 2018 sem við fögnum gríðarlega erum vissulega ekki í samstæðu lengur en eins og ég segi þetta er bara svona gætt álíkt að þetta væri einhvers konar pingju-effekt við verðum að flagga þessu stór aukin sala þarna einhverjar 200 milljónir síðusmer þannig að ég vildi bara svona aðeins koma inn á þetta nú svo er sko ég veit ekki hversu þreytt fólk er orðið á því að við séum að tala húsnæðismarkaðin hérna en það er orðið langt síðan síðast þú veist það sem kom fram hérna inn á viðskiptablaðinu er að meira en 85% íbúða á markaði núna kosta yfir 60 milljónir sem er rosalega hátt hlutfall það er bara rosalega lítið frambúða því virðist af íbúðum í minnikantinum sko og þetta náttúrulega eins og við talaðum gerir fyrstu kaupundum alveg hræðilega erfitt fyrir og ég vil bara segja við fyrstu kaupendur I feel for you
Ég hef verið þarna mjög nýlega virðist vera að maður hafi komið inn bara á ágætis tíma miðað við allt sem á undan hefur gengið samt sem áður sko. Þetta náttúrulega bara, þú veist, það bara vandamál í gangi það titringur bæði hvort sem það út af Grindavík eða hérna ég með ráðu því bara háum vöxtum og Ertu með ráð fyrir Grindavíkur? Nei, ekki Grindavíkur það allt hérna hardulegt fólk þau redda sig en ég var með annar ráð, það bara master takk ég master bara í einhverju fái vinnu á ríkinu, hæstu grunnlaun sem ykkur dettur í hug ekki hægt að reka ykkur takk ég bara lán eins og ykkur sýnist góðum málum eða þú veist, ég veit dæmi bara nýútskrifaður einstaklingur sem að datt inn í eitthvað þægilega 900 rétt rúmlega 900k tjekka bara það var reyndar á vegum sveitafélags en þú veist, það hið opinbera vissulega Býttu segið þetta aftur datt inn á 900.000 krónar tjekka bara beint úr háskóla og þú veist, og það vissulega, þú veist, hið opinbera það sveitafélag sko Shit, hvað maður vissi lítið fyrir 10 árum nýútskrifaður og átti enga veginn heimting á hæstu launum þannig það ekki í dag þannig að það bara eins og það einmitt sko en sko mér fannst þetta sláandi hlutfall 85% yfir 60 milljónir það nokkuð ljóst að íbúðaverðið að hækka núna, ég held að íbúðavísitalan hafi hækkað 1,4% núna á milli mánaða sem alveg stórfelld hækkun sko milli mánaða sjáðu til en það eins og það við vonum að það svona fara eitthvað að brakast í þessum málum þó ég sé ekkert sérstaklega bjartsýnn á það en að því sögðu þá held ég bara ætla að fara að loka þessu? Já, það ekki bara að loka þessu í dag, var eitthvað svona sérstakt frá þér? Bara eitt loka announcement, ég stenglemdi þessu síðast sko að þú byrja í Kópavogi og ert með dósir heima þér vilt gefa það til íþróttfélagana þá var pickup.is/HK var í gær þannig að HK-hverfin get ekki nota þetta núna fyrir enn í júli held ég en Breiðablik að sækja á þriðjudaginn ég held að sé þriðji flokkur kalla eða fjórði flokkur kalla, fótbolti allan Breiðablik, allan Kópavog pickup.is/Breiðablik 1 við erum að fá skráningar úr Vesturbænum þannig ef einhver hjá KR að hlusta og langar í dósapenning fyrir krakkan sína endilega heyri ég mér þegar við erum byrjað að fá skráningar úr Vesturbænum í endurtek en við höfum ekki náð sambandi við KR þannig að það lítur að koma svo gráðurinn að fara í loftið þannig að þetta verður vondi komið til ykkur spennandi tímar framöndan hjá Pikka Kópavogur að Pikka Kæru hlustendur við þökkum fyrir í dag verðum aftur með ykkur á vanda næsta föstudag frábæra helgi og þið muni hvernig þetta hvernig? Ekki bara áfengi og tóbak eða? Jú, eða þú veist, nei bara gangi hægt gleðina til núna